Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 12. maí árið 2026 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1434 og eftirtaldir bæjarfulltrúar sitja fundinn. Valgarður Lyngdal Jónsson sem hér talar og ég gegni embætti forseta bæjarstjórnar, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Kristinn Halli Sveinsson, Líf Ása Skarstað, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir og þá situr Aníta Eir Einarsdóttir, varabæjarfulltrúi fundinn í fjarveru Sædísar Alexíu Sigurmundsdóttur. Einnig situr fundinn bæjarstjóri Steinar Adolfsson og hann sér jafnframt ritun fundargerðar. Áður en við göngum til dagskrá, göngum til umræðu og afgreiðslu dagskrárliða, þá einn liður sem ég ætla að gera tillögu að verði tekin inn á dagskrá fundarins. Hann sem sagt bættist í fundargátt bæjarfulltrúa eftir að fundarboð var sent út síðastliðið föstudag, inni í fundargátt núna sem 19. fundarliður og þetta sem sagt, svo ég fari nú rétt með, málsnúmer og allt það. Já, þetta sem sagt fundarliður sem hefur málsnúmer 26010265, húsnæðisáætlun 2026, en þarna sem sagt lagt fram yfirlit frá húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun vegna stöðu húsnæðisuppbyggingar í sveitarfélaginu. Og með vísan til c-liðs 15. greinar samþykktar stjórn og fundarskaup Akraneskaupstaðar nr. 696 frá árinu 2013, þá legg ég til að þetta mál verði tekið inn á dagskrá þessa fundar og verði þá 19. fundarliður í dagskrá. Þessi samþykkja það gjör svo að gefa merki. Það samþykkt með öllum atkvæðum. Nú þá á fundinum alls 29 dagskrárliðir. Þar af 18 efnisliðir til afgreiðslu, 10 liðir sem fela í sig framlagningu fundargerða og svo þetta mál sem við vorum að taka inn á dagskrá núna, þar sem að lögð fram skýrsla frá HMS. Fyrstu 3 dagskrárliðirnir varða ársreikninga Akraneskaupstaðar, þessi A-hluta og B-hluta og svo samstæðureikning. Og nú fer fram síðari umræða ársreikninga Akraneskaupstaðar 2025. Sú fyrri fór fram þann 28. apríl síðastliðinn og ég geri þá tillögu að þessir 3 fundarliðir verði ræddir saman undir dagskrárlið númer 1. Gerð verði grein fyrir umræðinni þar, þó að hvert og eitt mál verði síðan eðli máls samkvæmt afgreitt sérstaklega undir viðeigandi dagskrárlið. Ber þetta hér með undir atkvæði fundarmanna, þessi samþykkja það að þessi háttur verði hafður á, gjör svo að gefa merki. Það allir samþykkir því. Þá vil ég, áður en að ég gef orði laust fundarliði 1, 2 og 3, þá ætla ég nú svona að kynna þá inn. Fundarliði númer 1, hefur málsnúmer 2603, 2455, ársreikningur Akraneskaupstaðar 2025 A-hluti. Fundarliður númer 2, málsnúmer 2603, 2456, ársreikningur Akraneskaupstaðar 2025 B-hluti. Og fundarliður númer 3, hefur málsnúmer 2604, 2982, ársreikningur Akraneskaupstaðar 2025 samstæða. Tökum þessa 3 fundarliði hér með til umræðu og ég vil byrja á því að gefa bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel, Steinar. Já, virðulegi forseti, ágæti bæjarfulltrúar og aðrir sem kunna vera að hlýða á. Ég mun nú í mjög stuttri yfirferð gera grein fyrir helstu áhersluatriðum vegna ársreiknings 2025 sem eins og
forseti kom inn á lagður hér fram til síðar umræði en svo fyrir fór fram þann 28. apríl síðastliðinn. Nú, rekstrarniðurstaða samstæðunar, það A- og B-hluta, ársins 293 milljónir króna hagnaður sem mjög svo viðunandi niðurstaða, sérstaklega með þær áskoranir sem við stóðum frammi fyrir eftir mikið uppbyggingar og fjárfestingarskeið sem fóru fram við erfiðar ytri aðstæður, efnahagslegar aðstæður, hárri verðbólgu og háu vaxtastigi. Og eins og ég gat síðast, þá hefur þessi árangur náðst með samstilltu átaki bæjarfulltrúa og stjórnenda kaupstaðarins, það forstöðumönnum og stjórnenda málaflokka og mjög svo hæfu fólki í fjármáladeild. Rekstrarafkoman, hún 394 milljónir króna betri niðurstaða en áætlun með viðaukun gerði ráð fyrir sem var 101 milljónir króna rekstrartap. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar fyrir A- og B-hluta fyrir fjármagnslið og óreglulega liði var neikvæð tæpa 39 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 130,3 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða samstæðureiknings Akraneskaupstaðar með óreglulegum liðum var jákvæð 294 milljónir króna en samkvæmt áætlun var gert ráð fyrir 101 milljónir króna neikvæðri rekstrarniðurstöðu. Aðeins helstu lykiltölu samstæðunnar. Samkvæmt fjárhagslegum viðmiðum sveitarfélaga þá var rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna 617,2 en var 222,4 á fyrra ári. Skuldaviðmið 65% en var 67% 24. EBITDA-framlegin 3,48% en var 2,13 árið 2024 og veltufé frá rekstri 11,34% en var 5,73% árið 2024. Skuldahlutfall 105% en var 113% á fyrra ári. Eiginfjárhlutfall 41% en var 40% 24 og veltufjárhlutfallið 0,97 en var 0,95 árið 24. Ég vil einnig taka skuldaviðmiðið með en það áfram lágt hjá Akraneskaupstað 65% og lækkar 2% frá fyrra ári það var 67%. Það hins vegar mjög mikilvægt að við horfum á baku tölurnar til að átta sig á hvað raunverulega í þeim felst og hvaða sögu ársreikningurinn að segja okkur. Það gert ráð fyrir því að á tímabilinu 2026 til 2029 þá gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu öll árin. Og sveitarfélagið að uppfylla rekstrarjöfnu og skuldahlutfall ef áætlanir ganga eftir. Framlegð og veltufjárhlutfall þau ná ekki lágmarksviðmiðum samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Ef við tökum aðeins fyrir þessi fjárhagslegu viðmið og byrjum á viðmið númer 1 sem rekstrarjöfnuðurinn, að þá mun það vera uppfyllt ef áætlanir ganga eftir. En það þannig að samanlögð heildarútgjöld A- og B-hluta mega ekki vera hærri en samanlagðar reglulegar tekjur á hverju 3 ára tímabili. Og sveitarfélagið þarf að geta sinnt lögbundnum verkefnum sínum til framtíðar og því þetta mjög mikilvægt skilyrði og ánægjulegt að það sé að sjálfsögðu uppfyllt. Ef við komum inn á framlega hlutfallið þá það gömul sá ný hjá okkur að það hefur verið okkur erfitt og það höfum við ekki náð að uppfylla. Það 3,5% fyrir árið 2025 en þyrfti að vera töluvert hærra. Það vissulega veikleiki í okkar rekstri þar sem vaxandi skuldsetning og framkvæmdir krefjast aukins rekstrarafgangs. Og framlegðin í ár hefði þurft að vera 912 milljónir króna hærri til að ná þessu lágmarksviðmiðum. Við vitum af þessu og stefnum þangað með markvissum hætti í góðri sátt bæjarfulltrúa og talnanna sem ekki segja ósatt. Þá það fjárhagslegt viðmið númer 3 sem veltufé frá rekstri. Það skal að lágmarki vera 5% af skuldaviðmiði samkvæmt fyrirliggjandi reglugerð frá 2012. Og þótt framlegðin sé undir viðmiði veltufé frá rekstri yfir lágmarksviðmiði. Og það skýrist meðal annars af eignarhlutum og gatnagerðartekjum af þéttingu byggingareita. Við hins vegar vitum það að arður af eignarhlutum hann getur verið kvikt fé en hins vegar
og gott að geta nýtt það þá til nýframkvæmda fyrst og fremst, en ekki til að ná rekstrinum í viðunandi stöðu. Og það mikilvægt til lengri tíma að við reynum að ná því þannig, en þessi sterku félög eru okkur mikið búbót sem Orkuveitan og Faxaflóahafnir, en auðvitað til dæmis varðandi Faxaflóahafnir þá viljum við auðvitað að framkvæmdir verði í auknum mæli hér á Akranesi. Ef við tökum örstutt varðandi fjárhagsleg viðmið númer 4 sem veltufjárhlutfallið, þá var það örlítið undir því sem það þurfti að vera, það var 0,97 en þarf að vera í kringum 1. Og það segir jú til getu til að inna af hendi nauðsynlegar greiðslur næstu 12 mánuði. Síðan það skuldarhlutfallið sem 5. viðmið og það ljóst að þar eru við í góðum málum, það að segja þetta uppfyllt ef áætlanir ganga eftir. Og þar eins og ég gat áðan mega heildarskuldir og skuldbindingar á B-hluta ekki vera hærri en 150% af reglulegum tekjum og við erum töluvert undir því. Síðan hefur bæjarstjórn sett sér sérstakt markmið að vera ekki hærra en 80%. Ágætu bæjarfulltrúar, það sem kannski vekur aðeins áhyggjur hjá mér að við sjáum það að á tímabilinu að þá að byggjast upp vegna framkvæmda, þá fjárþörf að byggjast upp sem of há og við þurfum að gæta okkar vel í rekstrinum til þess að geta mætt því að byggja hér áfram það sem þarf nauðsynlega í innviðum en á sama tíma að skila fjárhagnum í því formi sem hann þarf að vera. Ég veit að bæjarfulltrúar eru vel meðvitaðir þetta og við áttum mjög fínan fund með endurskoðanda núna í vikunni þar sem hann fór yfir hefðbundna endurskoðunarskýrslu og ég vil líka lýsa því yfir hér að það fyrirhugað að loknum kosningum að þá hefðu við gjarnan vilja geta tekið slíkan fund með nýjum bæjarfulltrúum til þess að fara vel í gegnum stöðuna til þess að öllum sé það ljóst. En þetta var svona nokkur hraðsoðin yfirferð á helstu tölunum. Ég geri ráð fyrir því að umræður haldi hér áfram. Ég hef nú reynt að vera ekki allt of mikið á tölum en það óhjákvæmilega þannig að í yfirferð af þessum toga þá erfitt að komast fram hjá því. En að lokum vil ég bara eins og ég gerði hérna síðast þakka bæjarfulltrúum fyrir mjög gott samstarf við gerð ársreikningsins sem á starfsfólki öllu og hlakka til að heyra umræðuna hér og fæ kannski að koma aftur ef að svo ber undir. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri Steinar Adolfsson. Við ræðum hér ársreikninga Akraneskaupstaðar. Ég gef orðið laust. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ársreikningur Akraneskaupstaðar 2025 sýnir jákvæða niðurstöðu og mun betri afkomu en gert það verið ráð fyrir, líkt og bæjarstjóri fór yfir rétt í þessu. Ég fór svo sem vel yfir ársreikninginn og þá vinnu sem fram hefur farið í fyrri umræðu sem fram fór hér fyrir 2 vikum síðan. Ég tel að við getum verið ánægð með þann árangur sem þessi ársreikningur sýnir og að þessi bæjarstjórn sé að skila bæjarsjóði á góðum stað til nýrar bæjarstjórnar sem tekur hér við eftir fáeina vikur. Góður árangur hefur náðst í rekstri kaupstaðarins síðustu árum og leið og við höfum staðið í stórverkefnum í uppbyggingu og þjónustu, Akurnesingum öllum til heilla. Traustur rekstur sem einkennist af ábyrgri og trausti fjármálastjórn Akraneskaupstaðar mikilvægur til að viðhalda sókn og framþróun kaupstaðarins. Samstiga bæjarstjórn á mikinn þátt í góðri útkomu
og langar mig hér fyrir hönd bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar að þakka fyrir það góða samstarf sem við höfum átt á kjörtímabilinu við bæjarfulltrúa Framsóknar og Frjálsra. En jafnframt vil ég að lokum ítreka þakkir til starfsmanna og bæjarstjóra, núverandi og þeirra sem áður sátu, sem hafa komið að vinnu við gerð ásækningsins, en ekki síður sem hafa allt þetta kjörtímabil lagt ótrúlega vinnu á sig til að koma okkur á þann stað sem við erum á í dag. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, og orðið er laust að nýju ásetninga Akraneskaupstaðar. Ég vil kannski bara grípa tækifærið og taka undir með bæjarfulltrúa Líf Lárusdóttir, formanni bæjarráðs, og sérstaklega vil ég taka undir þakkir hennar til bæjarfulltrúa og til stjórnenda og forstöðumanna hjá Akraneskaupstað sem að eiga auðvitað vinnuna á bak við þennan árangur. Það er, við sitjum hér í bæjarstjórn og í bæjarráði og við setjum markmið og svona gefum út línuna varðandi markmið og aðgerðir. Síðan eru það stjórnendur kaupstaðarins og ekki síst forstöðumenn stofnana sem að þurfa að stýra rekstrinum í þá átt að þessi markmið náist. Og ég vil bara ítreka hér þakkir til þeirra allra fyrir bara frábæran árangur í því að stýra sínum stofnunum og rekstri kaupstaðarins. Orðið er laust að nýju. Það gefur engin merki. Þá tel ég að við ljúkum hér umræðu ásetninga Akraneskaupstaðar og göngum til atkvæðagreiðslu og afgreiðslu á þessum 3 fundaliðum. Það er þá fyrst fundaliður númer 1, ásetningur A-hluta, og ég held að ég sé ekkert að lesa allan inngang málsins. Hann er í fundagögnum hjá bæjarfulltrúum og birtist í útgefinni fundargerð, og það er bara aftur upptalning á í rauninni þeim tölum sem komið hafa fram og komið hér fram í máli bæjarstjóra hér áðan meðal annars. En ég legg fram eftirfarandi tillögu afgreiðslu ásetninga A-hluta Akraneskaupstaðar. Bæjarstjórn Akraness samþykkir ásetninga A-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025 og staðfestir með áritun sinni. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Fundaliður númer 2, ásetningur Akraneskaupstaðar B-hluti. Þar legg ég þá fram svohljóðandi tillögu. Bæjarstjórn Akraness samþykkir ásetninga B-hluta Akraneskaupstaðar vegna ársins 2025 og staðfestir með áritun sinni. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svo gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og 3. fundaliður ásetningur Akraneskaupstaðar samstæða. Það er þá samhljóða tillaga. Bæjarstjórn Akraness samþykkir samstæðu ásetninga Akraneskaupstaðar og ábyrgða og skuldbindinga yfirlit vegna ársins 2025 og staðfestir með áritun sinni. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í 4. fundalið. 4. fundaliður hefur málsnúmer 2601-0028, IA, rekstur, samskipti og samningur 2026. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu númer 3624 þann 7. maí síðastliðinn fyrirliggjandi tillögu nýjan þjónustusamning Akraneskaupstaðar og Íþróttabandalags Akraness og vísaði málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar.
og samningurinn liggur hér fyrir í fundargögnum og ég gef orði laust þetta mál. Það er bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar og þeir sem heima sitja og hlusta á beina útsendingu. Mig langar að koma hér upp og óska okkur, Akraneskaupstað og IA, til hamingju og og bara vona svo hér í lok umræðu að nýr rekstrarsamningur milli Akraneskaupstaðar og IA verði samþykktur. Þetta samningur sem skiptir samfélagið okkar raunverulegu máli. Af því að hann nær til þess öfluga starf sem fer fram innan aðildarfélaga IA. Og þau eru orðin 20 í dag og halda utan fjölbreytt íþróttastarf fyrir börn og ungmenni á Akranesi. Sjálfsögðu geta fullorðnir stunda íþróttir líka og gera það með myndarbrag hér á Akranesi. En það sem stendur kannski helst upp úr þessum samningi skýr og metnaðarfull ákvörðun að styrkja barnafjölskyldur á Akranesi. Á næstu 4 árum verður frístundastyrkur barna hækkaður 20% á ári. Taki þessi samningur gildi hér. Það stórt skref sem á eftir að skipta mörg heimili máli og styðja við það að börn og ungmenni geti tekið þátt í íþrótta- og tómstundastarfi óháð efnahag. Þessi samningur byggir á vel ígrunduðu máli og unnin af ábyrgð og samvinnu nefndarmanna, starfsmanna skóla- og frístundasviðs, forstöðumanna íþróttamannvirkja og IA. Það gert ráð fyrir því í samningnum að íþróttafélögin taki þátt í því verkefni með okkur sem felur í sér að æfingagjöld hækki ekki umfram kjarasamningsbundnar hækkanir. Þannig erum við að reyna að koma í veg fyrir að hækkun frístundastyrksins verði gleypt með hækkunum á æfingagjöldum. Í samningnum hvati sem á tryggja að svo verði ekki. En hann felst í ákveðnum bónusstandi félögum við kröfuna að halda hækkunum á æfingagjöldum í hófi. Samningurinn nær einnig til afnota af kirkjukoli og kemur það sem beinn styrkur til IA. Kirkjukóll hefur vissulega verið vel nýtt á síðustu misserum af íþróttafélögum en hefur einnig verið skólastofnun þegar það þrengdi að í Brekkubæjarskóla í framkvæmdum. En það bara gleðilegt að þetta hús hafi nú fengið skilgreint hlutverk á ný í formi þess að vera íbúðarhús í stað þess að vera í aukahlutverki eða engu hlutverki. Mér finnst skipta líka máli og ég verð að nefna það að hvernig þessi samningur var til. Núverandi samningur sem var gerður 2022, hann rennur í raun og veru ekki út fyrir í árslok. En sá samningur, hann markaði ákveðin tímamót þar sem var að ræða fyrsta langtímasamninginn á milli Kaupstaðarins og IA og mikil sátt þann samning. Við sem sitjum í skóla- og frístundaráði ásamt starfsmönnum og forstöðumanni íþróttamannvirkja og framkvæmdastjóra IA vorum sammála og samstíga að klára að gera nýjan samning áður en kjörtímabili lyki. Og það segir bara mikið það traust og þau bara mörgu samtöl og samstarf sem hefur byggst upp á síðustu 4 árum á milli skóla- og frístundaráðs, bæjarins og framkvæmdastjórnar IA. Og þegar að slík samvinna verður til, þá verða niðurstöðurnar góðar og skila sér í góðum samning. Þessi samningur nær til 5 ára og við horfum til framtíðar. Við ætlum meira að styðja börn og fjölskyldur, styrkja íþróttastarfið á Akranesi og byggjum bara á þeirri sameiginlegu sýn að öflugt frístunda- og íþróttastarf sé bara eina mikilvægustu stoðum í okkar samfélagi. Þannig ég vil bara þakka starfsmönnum skóla- og frístundaráðs, framkvæmdastjóra IA, forstöðumanni íþróttamannvirkja og nefndarmönnum fyrir samvinnuna við gerð þessa samnings. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem á hlýða. Við ræðum hér nýja rekstrarsamning við IA og líkt á bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir og vill ég bara koma hér upp og fagna því að þessum samningi sé komin á. Það eru þarna nokkur atriði sem hún fór yfir sem eru svona kannski breytingar á samningnum. Það er kirkjugoð og að félögin geti nýtt það undir þjálfara og iðkendur meðan ekki hefur verið tekin endanlega ákvörðun það hvernig við ráðstöfum húsinu. Það er líka breytingar, kannski breytt nálgun hvað varðar afreksstarfið. Það sem verið að mæta kannski þeim börnum sem eru að sækja íþróttir á vegum landsliða og annað yfir sumartímana. Þau geti sótt þær æfingar, samhliða vinnu í vinnuskóla og annað. Séu þá svolítið séu ekki að velja að hafna þar, heldur geti stunda sína íþrótt. Það er líka annað þarna inni sem ég finnst vera mjög gott og það er auki stuðningur við aðildarfélögin í formi bókhaldsþjónustu. Við vitum að sérlega kannski minni félögin, að þá þetta orðin bara töluverður baggi á félögunum. Kröfur til skila, bókhaldi, félagin alltaf að þyngjast. Og það er erfiðara og erfiðara fyrir þessi félög bara manna stjórnir vegna þeirra krafna sem setti á stjórnarmenn. Þannig þetta er mjög, ég held að þetta sé til bóta, að þarna séum við að koma inn með stuðning og séum svolítið kannski að mæta þessu og líka þá jafnframt gagnvart okkur að við séum þá kannski svolítið meira að samræma þau skil sem eru til bæjarins. Þannig ég held að það séu bara, þetta sé hagur fyrir alla. Bæjarfulltrúi Jónína Margrét kom inn á að félögin væru orðin 20. Það bættist við pílufélag Akraness núna þessu ári sem er bara mjög gaman og það er held ég leitun á bæjarfélagi, öðru bæjarfélagi sem hefur verið að ráða 20 aðildarfélögum. Það er gríðarlegt úrval af íþróttum hér og bærin hefur staðið þétt við bakið á aðildarfélögum IA og ég vona að svo verði áfram og ég held að þessi samningur sýni í raun og veru bara það áherslu sem kaupstaðurinn setur á íþróttamál og gefur okkur raun og veru okkur, bæjarfélaginu og IA og þeim aðildarfélögum möguleika á því að vaxa töluvert. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Við ræðum í fjórða fundarlið. Rekstrarsamning við IA. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Lífos og Skarsta, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil hér líkt og þeir bæjarfulltrúar sem hafa komið hér upp á undan mér fagna þessum samningi. Við vitum öll að hér á Akranesi er stundað gríðarlega mikið og flott öflugt íþróttastarf og Akraneskaupstaður hefur komið að því starfi síðastliðin ár með virktum og það er gott að sjá að við gátum farið sameiginlega inn í þessa vinnu og klára þetta á þessu kjörtímabili. Ég lagði mikla áherslu á það að við myndum klára þetta á þessu kjörtímabili þar sem að við vildum bara klára það sem við vorum byrjuð á og það væri þá líka minni óvissa fyrir IA. Þetta er kannski ekki beint hefðbundið, kannski, ég veit ekki, að binda hendur tilverandi bæjarstjórn og svona, en ég vona nú bara að það sé sátt og samlyndi með það í nýrri bæjarstjórn að fara í þetta, því þetta er eitthvað sem okkur hugnast öllum og er okkur öllum til góða. Þeir bæjarfulltrúar sem komu hér upp áðan, bæjarfulltrúi Jónína Margrét og Ragnar Sæmundsson komu inn á þær breytingar sem eru í þessum samningi. Ég tel þær allar vera bara mjög góðar og þetta er náttúrulega eftir mjög mikla og góða vinnu sem við áttum með forstöðumanni íþróttamannavirkja og svo formanni IA
Þannig ég tel að það sé komið til móts við ansi margar af þeim kröfum og væntingum sem að íþróttafélögin höfðu. Og þessi hvati er náttúrulega ekkert nema gott mál og ég fagna því að við séum þannig hvata þannig að íþróttafélögin sjái hag í því að hækka ekki í æfingagjöldin meira þannig að þetta nýtist fjölskyldum. Ég vil líka bara fagna því að við séum komin á þennan stað að við séum tilbúin í að lyfta grættistaki í frístundastyrknum því að hann náttúrulega hefur setið eftir síðastliðin ár og á meðan æfingagjöldin hafa náttúrulega bara hækkað. Þannig að þetta er eftir ótal margar umræður síðastliðin ár að þá er ég bara gríðarlega ánægð með að við séum komin þetta langt. Og ég vil bara sömuleiðis þakka starfsmönnum sviðsins og þeim sem að sátu með mér í þessum hópi og formanni skóla frístundaráðs og starfsmönnum. Bara kærlega þakkir fyrir þennan góða samning og bara með þetta vera í að til heilla. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífs Skaftstað. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði til þess að nýta þetta tækifæri til þess að þakka annars vegar skóla- og frístundaráði fyrir sína vinnu í þessu máli og sem og ÍA og aðildarfélögum sem hafa komið að þessum stóra samningi sem að ég tel bara mikið heillaskref fyrir okkur öll og þessi vinna hefur verið unnin faglega hjá okkur og bara hrós ykkur fyrir það sem og samvinna ráðsins og ÍA á öllu kjörtímabilinu. Ég tel bara að hafa verið virkilega vel að henni stað og ég held við getum öll verið sammála um það og bara mér finnst það mjög gott í íþróttabænum Akraness. Takk. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að, já, bæjarfulltrúi Ragnar D. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég kannski glemdi á að koma einmitt inn á eins og hefur verið komið inn á frístundastyrkin sem er náttúrulega kannski svona stærsta breytingi sem snýr kannski bara svona almenna notanda og fjölskyldum í bænum. Það gerst ráð fyrir í samningnum að hann hækki 20% á ári næstu 4 ár og við lok kjörtímabils þá verða hann orðinn, eða lok samnings þá verða hann orðinn 83.000 sem er náttúrulega gríðarleg breyting frá því sem er í dag og er kannski til marks um það aftur eins og ég sagði áðan, bara hvaða áherslu núverandi bæjarstjórn og þær bæjarstjórn sem undan hafa lagt á íþróttastarfið og ég vona svo sannarlega að það verði það sama upp á teningnum þegar þeirri bæjarstjórn sem tekur við eftir 2 vikur. Takk hérlega. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja nýja þjónustusamning Akranesskaupstaðar og Íþróttabandalags Akraness vegna tímabilsins 1. janúar 2027 til og með 31. desember 2031 að gjöra svo vel ekki á merki. Hann samþykktur með 9 atkvæðum. 5. fundarliður, málsnúmer 2603, 1888, mannauðs- og launakerfi. Bæjarráð samþykkti viðauka númer 5 á fundi sínum, númer 3621, þann 27. mars síðastliðinn og vísaði honum til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn er vegna úthlutunar á viðbótarfjármagni vegna nýs launakerfis, samtals að fjárhæð krónur 5.191.500 sem fært er á deild 21.670 49.92 og er mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi ársins 2026. Og orðið er laust viðauka númer 5 og ráðstöfun hans.
Bæjarstjóri Steinar Adolfsson fær orðið, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, mér langaði bara að útskýra eða fara aðeins yfir það að ástæður þess að við erum að taka upp nýtt launakerfi að við teljum að fyrra launakerfi það ekki að uppfylla þær kröfur sem að við teljum að slíkt kerfi eigi að gera og þetta mun bæði flýta vinnu og gera hana nákvæmari. Launaþátturinn auðvitað stór í rekstri kaupstaðarins og þá skiptir máli að þetta sé eins og það á að vera og það sé gætt vel að öllum réttindum launafólks svo sem starfsaldurshækkana og fleira þannig að þetta til mikið að bóta og við viljum bara þakka fyrir að hafa fengið að fara þessa vegferð. Takk fyrir það. Takk fyrir, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Líósson Skarstall, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég vil fá að fagna þessu þar sem að ég veit að þessi vinna hefur verið mjög tímafrek hjá forstöðumönnum okkar að vera í þessu og mikil vinna bæði á launadeild, á forstöðumönnunum og allt. Og ég bara fagna því að við séum að stíga þetta skref í bara að einfalda launavinnsluna og einfalda bara vinnuna hjá okkar starfsfólki en með það samt að markmiði að vera með betri vinnslu og geta haldið betri utan öll gögn og annað. Því að við sem að sitjum hér vitum það að það hefur kannski oft verið erfitt að kalla eftir ákveðnum upplýsingum úr launadeildinni. Það hefur kannski verið tekið tíma að finna ákveðnar upplýsingur og annað. Þannig að þetta bara gott skref. Ég væri rosalega til í að við myndum svona reyna að kannski fylgjast með einhvern veginn árangri þess og ég hefði viljað sjá erum við komin með einhverja tímasetta áætlun hvenær við ætlum okkur að innleiða þetta og hvenær þetta eigi að vera komið að fullu í notkun og svo þá hvort að við ætlum svo ekki að taka eitthvað svona feedback eftir einhvern ákveðin tíma og til þess að skoða því að það alltaf gott þegar maður tekur inn eitthvað nýtt að fara samt yfir og skoða hversu vel hefur tekist til og hvort að tilgangunum var náð. Ég hef líka kannski áhyggjur af álagi á starfsfólk þannig að ég mér það hjartans mál að við séum ekki að setja of mikið álag á starfsfólk. Við vitum það getur verið mikið mál að innleiða ný kerfi. Þannig ég vona að bara þá stuðningur fylgi með til þess að fara í þetta almennilega. En bara mjög gott. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líósson Skarstall. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki. Jú, bæjarstjóri ætlar að fá að svara, gjörðu svo vel, Steinar. Já, virðulegi forseti, vegna fyrirspurnar bæjarfulltrúans þá get ég upplýst það að stendur til að greiða út næstu mánaðamót. Þannig að við erum á fullu í þessu. Það er líka gert ráð fyrir því að með haustinu þá komi launadeild í meira mæli að gera launaáætlunar. Og síðan er líka inn í þessu kerfi mælaborð sem að forstöðumenn sjá, sem að auðvildar alla yfirsýn, veikindaforföll og svo framvegis og við munum að sjálfsögðu færa bæjarfulltrúum þær fréttir þegar í tímans rás og við sjáum til hvað bæjarfulltrúar verða sem að fá þær upplýsingar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að ræða viðauka númer 5. Svo ekki, þá bið ég þá sem samþykkja viðauka númer 5 við fjárhagsáætlun ársins 2026 að gera svolítið gefa merki. Þannig samþykktur með 9 atkvæðum. 7. fundarliður, málsnúmer
26.01.1079 til Fjölliðjan húsnæðismál, Smiðjuvellir 9. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum númer 3621 þann 27. mars síðastliðinn, viðauka númer 6 og vísaði honum til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn vegna úthlutunar viðbótarfjármagns til Fjölliðjunar samtals að fjárhæð krónur 2.112.000 vegna útgjalda sem óhjákvæmilega falla til vegna leigu á stærra rými en var í fyrri leigusamningi. Fjármagninu ráðstafað innan fjárhagsáætlunar af deild 20830 4995 og inn á tilteknar deildir sem tilheyra Fjölliðjunni samkvæmt fylgiskjali sem í fundagögnum bæjarfulltrúa. Og ég gef orðið laust viðauka númer 6 og ráðstöfun hans. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Eins og forseti fór yfir þá hér í raun og veru verið að bara endurnýja leigusamning sem Smiðjuvellir 19, húsnæði sem búkallað í. Smiðjuvellir 9 fyrir ekki. Og það í raun og veru verið að bæta við plássi sem að Fjölliðjan hefur nýtt en hefur ekki verið rukkað fyrir leiga. Þannig að þetta bara uppfærsla á þeim fermetrafjölda sem við sannarlega að nota undir þessa starfsemi. Auk þess held ég verið að bæta við þarna kostnaði við rafmagn og hita. Þannig að bara svona til þess að koma upp og gefa skýringar á hækkunum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. 7. fundalið. Svo ekki, þá bið þá sem samþykkja viðauka númer 6 við fjárhagsáætlun ársins 2026 að gjöra svoleiðis gefa merki. Þannig samþykktur með 9 atkvæðum. 7. fundaliður málsnúmer 2604 2862 Kirkjugarður Akranes, kostnaður við jarðvegsskipti. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu númer 3623 þann 30. apríl síðastliðinn. Viðauka númer 7 vísar honum hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn tilkominn vegna úthlutunar fjármuna til Akraneskirkju vegna endurgreiðslu á fyrirliggjandi kostnaði vegna jarðvegsskipta sem framfóru árið 2023 og að heildarfjárhæð krónur 4.074.000. Endurgreiðslan byggir á viðmiðunarreglum kirkjugarðaráðs og sambands íslenskra sveitarfélaga kirkjugarðsstæði og fleira frá 1. júlí 2015. Útgjöldunum mætt innan fjárhagsáætlunar með úthlutun fjármagns að deild 20830 4995 og fært á deild 11230 46 36. Og orðið laust viðauka númer 7 vegna jarðvegsskipta í kirkjugarðinu. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja viðauka númer 7 við fjárhagsáætlun ársins 2026 að gjöra svoleiðis gefa merki. Hann samþykktur með 9 atkvæðum. 8. fundarliður málsnúmer 2604 3126 erindi leikskólastjóra til skóla- og frístundaráðs vegna barngilda í leikskólum. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu númer 3623 þann 30. apríl síðastliðinn viðauka númer 8 og vísaði honum til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn vegna úthlutunar viðbótarfjármagns til leikskóla Akraneskaupstaðar samtals á fjárhæð krónur 16,8 milljónir króna vegna aukningar barngilda í elsta árgangi leikskólana úr 0,8 í 1,0.
Fjármagnið er fært á rekstrardeild í leikskólana samkvæmt réttri hlutfallsskiptingu miðað við barngildi hvers skóla fyrir sig og er mætt með lækkun á væntum rekstrarárgangi ársins 2026. Gera þarf ráð fyrir þessari breytingu við komandi fjárhagsáætlanagerð vegna ársins 2027 en áætlaður heildarkostnaður breytingarinnar á ársgrunni er 40 milljónir króna. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti bæjarstjóri, nei, ég meinti sko fundarstjóri, nei, forseti. Forseti hérna. Það er bara mikið sem að fer í gegnum hausinn á manni þessa dagana. En virðulegi forseti og ágæti bæjarfulltrúar og þeir sem heima sitjið. Já, við erum að ræða barngildin og ég hef bara ofboðslega mikið verið að tala barngildi síðustu daga og vikur og bara verða ekki þreytt á því að tala orðið barngildi. En mér langar bara að koma upp og fagna þeirri ákvörðun að við séum að verða við óskum leikskólastjóra varðandi breytingu á barngildum innan elstu deilda leikskóla, Akraneskaupstaðar. Og það sýndi hér fyrir ári eða 2 síðan þegar að KPMG gerði úttekt á skólunum okkar, þar með talið leikskólum, að þarna voru við eftirbátar hvað varðar barngildin. Með þessu móti þá erum við bara að hlusta á okkar fagfólk og stíga mikilvægt skref í þá átt að styðja bara við þá sterku og góðu leikskólaþjónustu sem að við bara veitum hér og erum að bæta starfsumhverfi fyrir starfsfólk og fyrir börn með því að hækka þetta barngildi úr 0,8 í 1. Þannig að við erum líka bara að viðurkenna betur að raunverulegt umfang þessa starfs og þær þarfir sem eru inn á leikskólum og elstu deildum sömuleiðis eru til staðar. Af því að það þýðir ekkert endilega þá að börn séu eldri að það sé eitthvað auðveldara. Þess að eldri börn þau þurfa líka stuðning og þau þurfa líka bara umönnun og leiðsögn. Og við bara erum að styðja að það séu gæði í þessu starfi. Þetta er líka mikilvægt bara fyrir starfsfólkið okkar inn á leikskólanum. Og við erum að bæta þeirra aðstæður líka með því að dreifa álagi. Þannig að við erum bara að sýna það í verki að við erum að standa með starfsfólkinu okkar, fagfólkinu sem kallar eftir þessari breytingu. Og ég er alveg viss það að þetta mun hafa raunverulega áhrif á gæði þjónustunnar. Hún er góð en það má alltaf gera gott betra. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls 8. fundalið. Svo er ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja viðauka númer 8 við fjárhagsáætlun ársins 2026 að gjöra svo að gefa merki. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. 9. fundaliður, förum í hann hefur málsnúmer 2604 3210. Þarna er einnig erindi frá leikskólastjórum, nú breytingar á reiknilíkani leikskólana. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu númer 3623 þann 30. apríl, viðauka númer 9, vísaði honum til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar.
Viðaukinn er vegna úthlutunar viðbótarfjármagns til leikskóla Akraneskaupstaðar samtals að fjárhæð krónu 4.584.000. Fjármagnið er fært á rekstrardeildir leikskólanna samkvæmt réttri hlutfallsskiptingu miðað við útreikninga samkvæmt reiknilíkani og er mætt með lækkun á væntum rekstrarafgangi ársins. Áætlaður heildarkostnaður á ársgrundvelli er 11 milljónir króna og gera það ráð fyrir þessari aukningu við gerð fjárhagsáætlunar vegna ársins 2027. Og orðið er laust viðauka númer 9 vegna breytinga á reiknilíkani. Það óskar enginn eftir að taka til máls, þá býður þá sér samþykkja viðauka númer 9 við fjárhagsáætlun 2026 að gjöra svo gefa merki. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. 10. fundaliður. Málsnúmer 2602-1575, hljóðkerfi fyrir Akranesvöll. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu númer 3623 þann 30. apríl síðastliðinn. Viðauka númer 10 við fjárhagsáætlun 2026 og vísaði honum til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn er vegna úthlutunar viðbótarfjármagns til íþróttamiðstöðvarinnar á Jaðarsbökkum að fjárhæð krónur 3.675.000 vegna kaupa á hljóðkerfi fyrir Akranesvöll á þeim forsendum að búnaðurinn verði hluti af almennum búnaði íþróttamiðstöðvarinnar og geti nýst öðrum íþróttafélögum á svæðinu. Fjármagninu er ráðstafað innan fjárhagsáætlunar af deild 20830 og inn á deild 06510 4660. Og orðið er laust viðauka númer 10. Það er enginn sem að ákveður að kveða sér hljóðs, þá býður þá sem samþykkja viðauka númer 10 við fjárhagsáætlun 2026 að gjöra svo gefa merki. Þannig samþykktur með 9 atkvæðum. 11. fundaliður, málsnúmer 2604-3359, fjárhagsáætlun 2026, sameiginlegu viðauki. Þetta er þá viðauki númer 12 sem samþykktur var af bæjarráði á fundi 3624 þann 7. maí síðastliðinn og vísar hann hér til endanlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar. Hér sameiginlega viðauka bæjarráðs að ræða, í honum eru ýmsar ráðstafanir bæði á tekju- og útgjaldahlið en einnig eru gerðar tilteknar umsvifamiklar aðgerðir sem hafa þó ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu ársins. Þannig helst að nefna hækkun prósentu fjármagnskostnaðar sem var hækkuð úr 4,5% í 6,5% og hefur áhrif á innri leigu, samanber fylgiskjal sem er í fundargögnum. Heildarfjárhagsleg áhrif viðaukans er tekjuaukning af fjárhæð krónur 152.070.000 og orðið er laust viðauka númer 12. Það óskar enginn eftir að ræða hann, þá býður þá sér samþykkja viðauka númer 12 og gera svo gefa merki. Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. 12. fundaliður, málsnúmer 2601-0830. Hér erum við að ræða beiðni Klifurfélags Akraness kaup á dýnum og sem er þá viðauki númer 13. Viðauki númer 13 var samþykktur af bæjarráði á fundi 3624 þann 7. maí og kemur hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Viðaukinn er vegna úthlutunar viðbótarfjármagns til íþróttamannvirkja Akraneskaupstaðar, samtals krónur 2.590.000 vegna kaupa á dýnum sem verða hluti af almennum búnaði íþróttamannvirkjanna. Fjármagnið er fært á deild 06520 4660 og er mætt með lækkun á væntum rekstrarafgangi ársins 2026. Orðið er laust viðauka númer 13. Það óskar bæjarstjóri Steinar Adolfsson, fær orðið, gjör svo vel.
Já, virðulegi forseti, mér langaði bara að vekja athygli á því að það sem við höfum verið að samþykkja, eða þið bæjarfulltrúar góðir verið að samþykkja fyrst og fremst með vísan til þess að hér telst almennan búnað að ræða sem að íþróttamannvirkin hafa þá yfir að ráða og geta þá nýst öllum sem þangað koma og það í samræmi við stefnu bæjaryfirvalda það fyrirkomulag sem þannig að sértækur búnaður eitthvað sem að við gerum ráð fyrir frekar að félögin séu sjálf og fjármagna. Þannig að það mikilvægt svona að halda því til haga. Takk fyrir. Takk fyrir þessa skýringu, bæjarstjóri. Fleiri sem að vilja taka til máls, þannig til viðauka númer 13. Svo ekki, þá bið þá sér samþykkja viðauka númer 13 við fjárhagsáætlun 2026 að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 13. fundaliður, málsnúmer 2505-2509, tillaga að breytingu á framlagi frístundastyrkja. En bæjarráð samþykkti á fundi sínum númer 3624 þann 7. maí fyrirliggjandi tillögur breytingar á frístundastyrkjum og að gert verði ráð fyrir þessari breytingu við komandi fjárhagsáætlunargerð vegna ársins 2027. Breytingin áætluð að fjárhæð 10,3 milljónir króna á árinu 2027. Og orðið laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að ræða það. Þá bið ég þá sem að samþykkja breytingar á frístundastyrkjum sem feli sér áætlun áfangahækkun styrkjana á tímabilinu 2027 til og með 2030, þetta árlega hækkun 20%, að gera svolítið gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 14. fundaliður, málsnúmer 2512-5181, reglur vegna umsókna menningarstyrki endurskoðun. Hér lagðar fram uppfærðar reglur vegna menningarstyrkja Akraneskaupstaðar til afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls, þá bið þá sem samþykkja uppfærðar reglur vegna menningarstyrkja að gera svolítið gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 15. fundaliður, málsnúmer 2604, 3252, fyrirhuguð stækkun dvalarheimilisins Höfða. Guð blessi þig. Á fundi bæjarráðs númer 3624, þann 7. maí síðastliðinn, lýsti ráðið yfir vilja sínum til að fara í stækkun hjúkrunar- og dvalarheimilisins Höfða allt að 60 hjúkrunarrými í samvinnu við félags- og húsnæðismálaráðuneytið og Hvalfjarðarsveit og vísaði málinu til endanlegrar ákvörðunar bæjarstjórnar. Hér liggur sem sagt fyrir viljayfirlýsing, drög af viljayfirlýsingu og verkefni bæjarstjórnar að taka afstöðu til hennar hér í dag. Orðið laust þennan fundalið. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjórn, bæjarstjóri og aðrir ákveðnir að líða. Já, við erum komin á þennan kafla í stóri bók, en virkilega gott og gaman að sjá hvernig bæjarstjórnin, stjórn Höfða og aðrir sem að þessu máli koma, hvernig hafa unnið. Þetta hefur gengið sæmilega hratt fyrir sig þegar að var komin loks svolítið skriður á þetta en eins og segi þegar var þetta bara einn kafli og ég býst ekki við öðrun að við öll munum fagna þessu. Þetta er vegferð sem byrjaði á 30 rýmum og komin upp í 60 og ég trúi ekki öðrun að þetta sé hlutur sem að
gríðarlegt fagnaðarerindi fyrir alla bæjarbúa að ef við náum að klára þetta alla leið. Þetta er auðvitað bara ein varða á leiðinni en við erum ekki komin á leiðarenda. En þarna sýnir allavega hver vilji bæjarstjórnar allrar í þessum máli. Ég fékk þann heiður að vera í nefndinni stækkun Höfða og þar skoðum við marga möguleika hvar væri best að gera þetta og við komumst að þeirri niðurstöðu eins og stjórn Höfða að það yrði farið í áttina út að Sólmundarhöfðanum. Ég get alveg gert mig grein fyrir því að nokkurn veginn sama hvar við myndum setja svo sem svona stækkun, hún verður alltaf umdeild, alltaf hjá einhverjum. Ég efast að við getum öll fundið á leið sem að allir geta sætt sig við, en ég held að þetta sé svo besta leið núna. Og ég ber bara mikla vonir að næsta bæjarstjórn klári þetta hratt og örugglega sem tekur við í byrjun júní og bara óska öllum til hamingju fyrirfram með þennan áfanga sem þó komið núna er virkilega flottur og ég held að við getum alveg verið stolt og við mættum vera ennþá stoltari þegar þetta verður komið á laggirnar. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Ég vil kannski áður en lengra haldið fara yfir það að hér er sem sagt viljayfirlýsingu að ræða og ákvörðunin í dag snýst sem sagt afstöðu bæjarstjórnar til þeirrar viljayfirlýsingar. Og það er rétt að það liggi fyrir hér hverjir fyrirvararnir eru sem settir eru fram í þessari viljayfirlýsingu. Að sem sagt samkomulagið verður þá gert með fyrirvara ákvörðun Alþingis fjárveitingu og fjárlögum, bæði fyrir uppbyggingu húsnæðisins og rekstri hjúkrunarrýmanna. Það er gerður fyrirvari endanlegt samþykki skipulags undir lóð. Skipulagsferli er auðvitað lýðræðislegt ferli og sveitarfélag getur ekki lofað niðurstöðu eðli máls samkvæmt og lokum er gerður fyrirvari endanlegt samþykki þess að þjónustusamningur verði gerður við Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili rekstur hjúkrunarrýmanna. Þannig að bara svo að það liggi fyrir að þetta eru þau verkefni sem að bíða í framhaldi þess að þessi viljayfirlýsing verði gerð og verkefni bæjarstjórnar auðvitað væntanlega næstu bæjarstjórnar að fylgja þessum atriðum eftir og tryggja að þetta verkefni nái höfn. Orðið er laust að nýju, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, við ræðum hér viljayfirlýsingu stækkun Höfða og því ber að fagna að við skulum vera komin á þann stað. Það er verið að tala 60 rými. Verði reist bygging sem að tekur þá 60 einstaklinga og það sem er kannski líka svolítið stórt í þessu sem við erum ekki kannski nógu duglega að segja frá, að þegar 60 rýma eining er komin í rekstur að þá erum við að tala störf fyrir cirka 100 manns og ég held að fyrir bæjarfélag eins og Akranes þá er það stór
vinnustaðar þó hann stæði einn, en þarna verða þá sennilega svona 250-60 manns sem að starfa þá á hjúkrunarheimilinu samtals, þannig að þetta fer að vera mjög og þá í rauninni sennilega ég nú ekki alveg klár hvað sjúkrahúsið með, en þetta verður þá allavega einn af tveimur stærstu svona vinnustöðum fyrir utan sem eru þá beint rekið af bænum. Ég ætla að færa þakkir stjórnarhöfða til þeirra sem hafa unnið að þessari stækkun, bæði eigendum og svo bæjarfulltrúum öllum og sveitarstjórnarfulltrúum í Hvalfjarðarsveit, undirbúningsnefndinni okkar sem var stýrt af bæjarfulltrúnum Guðmundi Ingþór Guðjónsssyni, færum við líka þakkir. Þannig að það er mikil ánægja með þetta í stjórn Höfða og það er alveg klárt að við höfum rætt mikið rekstrareininguna Höfða. Við höfum verið að svona frekar að borga með henni heldur en að hún svona, skili núllinu, en þegar að þessi viðbót er komin pluss hugsanlega þá betri rekstrar skilyrði á þeirri einingu sem er núna, með því að við förum þá að fá leigu fyrir núverandi húsnæði, þannig að þetta gæti alveg verið bara hið besta mál og en eftir sem áður þurfa þeir sem koma í næstu bæjarstjórn að öllum líkindum fljótlega taka bæði afstöðu þá að klára þetta, og þá líka held ég að það væri gott að ræða rekstrarformið á Höfða, þannig að það hafi ekki þessi áhrif sem það hefur þó á reikninga Akraneskaupstaðar. Þannig að þetta er besta mál, takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að ræða? Já, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fara orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem áhlýða. Við ræðum hér viljayfirlýsingu stækkun Höfða sem er sannarlega ánægjuefni. Ég held við þurfum að fara mjög langt aftur til þess að finna þá bæjarstjórn sem hefur ekki verið að vinna að stækkun Höfða. Og er það bara eðlilegt. Ég held að við séum flest sammála það að Höfði, dvalar- og hjúkrunarheimili Höfði skiptir bara gríðarlegu máli fyrir bæjarsálinn hérna Akranesi. Flest eigum við ykkur aðstandendur sem hafa farið þar í gegn, búa þar eða hafa búið þar. Forseti, Valgarður Lyngdal Jónsson fór hérna yfir svona þessi skilyrði sem eru kannski inn í viljayfirlýsingunni, sem er annars vegar þá svona kannski helst nefna fjármögnunin hjá ríkinu sem við kannski höfum ekki mikil áhrif á, og svo skipulagið. Og það er mikilvægt að hann kom inn á þetta lýðræðislega ferli og við að sjálfsögðu virðum það, en það er líka mikilvægt að við fylgjum því eftir og vinnum að skipulaginu. Það var 29. apríl sem skipulags- og umhverfisráð fól sviðsstjóra að hefja vinnu við breytingar á deiliskipulaginu, og ég er bara hef væntingar til þess að það verði unnið bara hratt og vel. Eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór kom inn á að þá erum að ræða 60 rými, og hann nefndi líka að þetta væri kannski bara fyrsta varðan, og við þurfum að vera svolítið meðvituð það, og það sem að langar mig kannski svolítið að brýna þá bæjarfulltrúa sem hér sitja og munu
hugsanlega sitja í næstu bæjarstjórn, stjórnsýsluna hjá okkur og nýja bæjarfulltrúa til að fylgja þessu máli vel eftir. Ég held ég sé fara rétt með að það sé komið rúmt ár síðan útboðsgögn voru klári í Mosfellsbæ, en ekki ennþá búið að klára útboð. Þannig þetta er vissulega fyrsta varðan, en við þurfum að fylgja þessu, eins og ég segi, þessu máli fast eftir. Það eru í dag 75 rými á Höfða en biðlistin er 60, þannig að þörfin er algjörlega ljós. En bara langaði til að koma inn upp fyrst og fremst til þess að fagna þessum áfanga og bara segja við stjórn Höfða og alla hér inni og stjórnsýsluna og alla sem hafa komið að þessu verkefni til hamingju, en við skulum ekki tapa okkur í gleðinni, heldur fylgjum þessu fast eftir og fögnum vel og innilega þegar verkinu er lokið. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Eru fleiri sem óska eftir að, já, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða bæjarstjóri. Ég ætlaði að koma inn upp eins og aðrir félagar mínir í bæjarstjórn og að lýsa ánægju með þessa viljayfirlýsingu sem við erum að fara að samþykkja hér. Það er náttúrulega vissulega ánægjulegt að vera með undirritað viljayfirlýsingu um 29 rými sem var gerð fyrir einhverjum árum og að ráðuneytið og þeir sem stýra hafi haft samband og vilja stækka helming og fara í 60 rými. Þannig að eftir dálítið langa göngu í stækkun hjúkrunarrýma á landsvísu þá sé þetta loksins að fara í gang með þessum vilja til verkefna eins og virðist vera hjá núverandi meirihluta á Alþingi. Þannig að það er ánægjulegt. Ég tek undir þessar brýningar frá félögum mínum hér að við í bæjarstjórn berum náttúrulega mikla ábyrgð á því að halda þessu við og klára verkefnið. Þetta er eins og Guðmundur Ingþór fyrsta varðan á þeirri leið að samþykkja þessa viljayfirlýsingu og svo er fjármögnun á höndum Alþingis og ríkisstjórnar. En við þurfum að standa klára okkar vinnu sem er þá skipulagið og vera með lóðina tilbúna og annað slíkt. Þannig að ég hef fulla trú á því að komandi bæjarstjórn muni standa sig í því og ég veit það að sá að þau sem starfa núna í skipulags- og umhverfisráði munu gera allt sitt til þess að uppfylla að undirbúningurinn fyrir þá vinnu sé góður fyrir næstu bæjarstjórn. Það er það sem ég ætla að segja. Þannig að ég er viss um það að afsakið að þetta er 60 rýma stækkun og við munum örugglega Höfði mun breytast. Það mun með þessa stækkun mun vera auðveldara fyrir okkur held ég að efla þjónustu og starfsemi inn á Höfða, sækja fleiri rými fyrir dagdvalarrými og sérhæfðarrými og annað slíkt auka þjónustu frá sérfræðingum á hinum ýmsu sviðum með sem að sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og annað slíkt þegar við erum með stærri einingu og sem er rekstrar hæfari og það verður líka einmitt mun hafa mikil áhrif á reksturinn þegar við sjáum hvernig ríkið mun taka á því að leigja okkur húsnæði og hvernig við munum leysa þau mál áfram. Þannig það eru vissulega mörg verkefni framundan en þetta er þó allavega stórt skref í áttina að bæta Höfða og aðstæður eldra fólks á Akranesi. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi stækkun dvalarheimilisins Höfða? Það fulltrúi Líf Lárusdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég vil bara taka undir það sem hefur komið fram varðandi þennan mikilvæga áfanga þó svo að mikil vinna sé jafnframt framundan. Við langar líka náttúrulega eins og hér hefur komið fram, við erum að ræða fjölgun, rýma, 60 rými í viðbót. Við vitum að í dag eru rúmlega 60 á biðlista og við erum að tala að þessi rými eigi að koma inn á næstu 3 árum. Og viðbúið með við þróun undanfarna ára að biðlistin haldi áfram að lengjast. Þannig að ég vil líka hvetja okkur sem verðum áfram bæjarfulltrúar og þið ykkur hérna til að brýna okkur á næstu 4 ár að leita líka lausna í forvarnastarfi og bara hvað sem við í rauninni getum lagt fram varðandi bara þetta samfélag sem að að eldast blessunarlega, þjóðin að eldast. Þannig að ég vildi bara, og þetta kemur líka því við höfum rætt hér aðeins dagdvöl, sérhæfð dagdvöl, hugsanlegt rými fyrir sem eingöngu eyrnamerkt sem sérhæfð dagdvöl fyrir heilabilað. Ég held að við þurfum að hafa þetta mál bara ofarlega hjá okkur því að þetta í rauninni fjölgun rýma sem eru minni fjölgun en þeir sem eru á biðlista hjá okkur í dag. Þannig að verkefnið brýnt og ég hvet okkur til þess að halda vinnunni ekki, kveikja hvergi í því sem framundan er. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Líf Lárusdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja viljayfirlýsingu stækkun hjúkrunar- og dvalarheimilisins Höfða allt að 60 hjúkrunarrými í samvinnu við félags- og húsnæðismálaráðuneytið og Hvalfjarðarsveit að gjöra svoleiðis gefamerki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 16. fundarliður, við erum komið þangað. 16. fundarliður, málsnúmer 2601 0713. Þetta nýtt deiliskipulag Kirkjubrautar. Skipulags- og umhverfisráð fjallaði á fundi sínu númer 352 þann 4. maí síðastliðinn tillögu að nýju deiliskipulagi Kirkjubrautar að loknum auglýsingatíma. Samþykkti framlagða samantekt skipulagshönnuðar sem svar við framkomnum athugasemdum og lagði til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt og birt í B-deild stjórnartíðinda. Orðið laust þennan fundarlið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þetta rauninni 2 hlutir sem við þurfum að taka hér afstöðu til. Það í fyrsta lagi þeir sem samþykkja framlagða greinargerð skipulagshönnuða sem svar við framkomnum athugasemdum vegna nýs deiliskipulags fyrir Kirkjubraut og Kalmársbraut gera svoleiðis gefamerki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum og þá í öðru lagi þeir sem samþykkja nýtt deiliskipulag fyrir Kirkjubraut og Kalmársbraut og deiliskipulagi verið sent Skipulagsstofnun og birt í B-deild stjórnartíðinda að gera svoleiðis gefamerki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 17. fundarliður, málsnúmer 2604 3387, Suðurgata 57, breyting á deiliskipulagi. Lögðu fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi Akratorgs Reits vegna Suðurgötu 57. Tillaga felur í sér hækkun núverandi hús eina hæð, þannig að það verið 4 hæðir með kjallara, auk þess sem gert ráð fyrir auknu byggingarmagni. Nýtingarhlutfall hækkar úr 1,36 í 1,78. Jafnframt gert ráð fyrir breyttri starfsemi í húsinu þar sem áformað að starfrækja hótel á efri hæðum og veitingastað á jarðhæð, ásamt fjölnótasal á 4. hæð. Svæðið skilgreint sem miðsvæði í aðalskipulagi Akraness og tillagan í samræmi við stefnu aðalskipulags þéttingu byggðar og blandaða starfsemi í miðbæ. Kynningafundur með íbúum og hagsmunaaðilum var haldinn 27. apríl þar sem 85 manns mættu. Viðbrögð voru almennt jákvæð og framkoma ábendingar sem unnið hefur verið með við frekari útfærslu tillögunnar. Skipulags- og umhverfisráð þakkar íbúum Akraness fyrir góða þátttöku og uppbyggilega umræðu.
Skipulags- og umhverfisráð leggur þá til við bæjarstjórn að samþykkja að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Akratorgs Reits vegna Suðurgötu 57 samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og orðið er laust þessa tillögu. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég ætlaði bara að koma upp og fagna því að við varum komin á þann stað að á lífi miðbæið, ef miðbæinn og starfsemi í þetta hús sem nú hefur staðið autt í eitthvað tíma með því að og óska bara þeim sem standa að uppbyggingunni velfarnaðar í því og vona að þetta gangi hratt og örugglega fyrir sig að starta þessu hóteli og veitingarekstri í húsinu. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur hér fyrir tillaga að auglýst verði tillaga að breytingu á deiliskipulagi Akratorgs Reits vegna Suðurgötu 57 samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þessi samþykki þessa tillögu gjör skal gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæði. 18. fundaliður, málsnúmer 2604 2974, stefna og viðbragðsáætlun í EKKO-málum. Drög að stefnu og viðbragðsáætlun Akraneskaupstaðar í EKKO-málum. EKKO stendur fyrir einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi. Þessi drög að stefnu voru sem sagt til umfjöllunar á fundi bæjarráðs 16. apríl síðastliðinn. Þá vísa til fagráða Akraneskaupstaðar, gert ráð fyrir að bæjarstjórn geti þá afgreitt málið hér á þessum fundi í dag. Fagráðin hafa síðan tekið stefnuna til umfjöllunar og samþykkt hana fyrir sitt leyti og vísað til bæjarstjórnar til afgreiðslu. Velferðar- og mannréttindaráð áréttaði mikilvægi skýrra verkferla og leiðbeininga til að tryggja gagnsæi málsmeðferðar. Stefnan er hér lögð fram til ákvörðunar bæjarstjórnar og orðið er laust. Það er bæjarstjóri fær orðið til að fylgja þessu máli aðeins eftir. Gjörðu svo vel, Steinar. Já, virðulegi forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka fyrir þá umfjöllun sem að stefnan hefur fengið í fagráðum Akraneskaupstaðar og þetta er auðvitað mjög mikilvægt gagn sem er nauðsynlegt að sé aðgengilegt og uppfært og þó að það sé miður að þurfa að grípa til þessa en þá er það bara þannig að það geta komið upp erfið mál og þá er nauðsynlegt að hafa slíkt verkfæri þannig að það er mjög til framdráttar að þetta sé komið fram og verður vonandi afgreitt hér á eftir. Takk. Takk fyrir, bæjarstjóri. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það óskar enginn eftir að ræða þetta frekar, þá býð þá sem að samþykkja stefnu og viðbragðsáætlun Akraneskaupstaðar í EKKO-málum að gjöra svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Og við förum í 19. fundalið, málsnúmer 2601 0265, húsnæðisáætlun 2026. Hér er lögð fram til kynningar í bæjarstjórn skýrsla eða yfirlit frá Húsnæðis-, mannvirkja- og skipulagsstofnun vegna stöðu húsnæðisuppbyggingar í sveitarfélaginu og verkefna sveitarstjórnar á sviði húsnæðis- og skipulagsmála. Og orðið er laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Bæjarstjóri, það er orðið. Gjörðu svo vel.
Já, virðulegi forseti, ég er nú bara að nota sénsinn og fá að tala eins mikið um mögulega get með í gegnum stöðu bæjarstjóra. En öllu gamni slepptu þá afsakið, að þá er ánægilegt að sjá það gagnið sem kemur frá HMS. Það sýnir okkur að bæjarstjórn á Akranesi er á fínum stað og góðri vegferð og húsnæðisáætlunin ber það með sér að við erum að standa okkur í stykkinu og fyrir utan það þá munum við mæta þeirri þörf sem að gert er ráð fyrir að sé á næstu árum, þannig að þetta er bara mjög ánægilegt í alla staði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Ég ætla að fá að fara kannski aðeins dýpra í þetta, en eins og kom fram hjá bæjarstjóra þá er niðurstaða þessa yfirlits frá HMS mjög jákvætt fyrir okkur, fyrir Akraneskaupstað. Kemur þarna fram að Akraneskaupstaður hefur staðið vel að húsnæðisuppbyggingu undanfarin ár. Hún hefur verið í samræmi við íbúðaþörf og húsnæðisáætlun sveitarfélagsins. Í samantektinni er áætluð íbúðaþörf hvers sveitarfélags borin saman við áætlaða lóðaúthlutun, íbúðauppbyggingu og fólksfjölgun. Og það kemur þarna fram að uppbygging íbúðarhúsnæðis á Akranesi hafi verið í takt við þá nýju íbúðaþörf sem myndaðist á árinu 2025 og tölur fyrir tímabili 2023 til 2025 sýna að það hafa alls verið byggðar 302 íbúðir í sveitarfélaginu og meðan áætluð þörf var á bilinu 220 til 306 íbúðir. Það eru hér að byggjast upp íbúðir í hærri kantinum á þessu bili sem að þarna er sett fram. Þannig að það er metið samkvæmt þessari skýrslu að sveitarfélagið hafi náð að mæta húsnæðisþörf síðustu ára með markvissri uppbyggingu og kemur einnig fram að Akraneskaupstaður hafi tryggt nægilegt framboð byggingarhæfra lóða til framtíðaruppbyggingar. Það eru tilgreindar byggingarhæfar lóðir fyrir 238 íbúðir nú á árinu 2026 og við gerum ráð fyrir í okkar húsnæðisáætlun að árleg ný íbúðaþörf sé á bilinu 83 til 104 íbúðir núna á tímabilinu 2025 til 34. Þannig að við höfum að mati HMS útvegað nægilega marga byggingarhæfar lóðir til þess að mæta íbúðaþörf komandi ára að minnsta kosti miðað við áætlanir. Þannig að afskaplega jákvæð niðurstaða sem að kemur út úr þessu fyrir okkur hjá Akraneskaupstað. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og aðrir sem á hlýða. Þetta var bara mjög góð yfirferð hérna hjá forseta og þetta er bara ánægjuleg skýrsla sem eins og hann fór yfir sýnir fram á það að við höfum verið að byggja í takt við þörfina og við þurfum að halda því áfram. Það sem mig langaði kannski að koma inn á eru þessir punktar hérna svona í lok skýrslunnar. Það sem við erum að tala það sem tekur við að loknum kosningum. Og þar benda á til dæmis að í 27. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 kemur fram, með leyfi forseta, kemur fram að eftir sveitarstjórnarkosningar skuli svæðisskipulagsnefnd koma saman og meta hvort ástæða sé til að endurskoða svæðisskipulag. Nú höfum við oft rætt hér í þessum sal svæðisskipulag. Það er því miður ekkert svæðisskipulag hér í gildi
og kannski ítreka þetta enn og aftur þar sem við höfum rætt hér að við þurfum að ná betra samtali við nágranna okkar hér í Hvalfjarðarsveit, þar sem við erum að horfa yfir svæðisskipulag og við séum svolítið að samræma þar áætlanir sem hvort sveitarfélagið fyrir sig hefur í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Það er mikilvægt, við vitum að Hvalfjarðarsveit hefur haft metnaðarfull áform uppbyggingu í Krosslandi og það er mikilvægt að það samræmist þá þeim ákvörðum sem við erum að taka hérna með við lagginu. Sérstaklega þegar kemur að umferð og annað. Þannig að ég ítreka bara að sú bæjarstjórnin tekur við og sér í lagi þá skipulags- og umhverfisráð hafi þetta í huga og vinni að þessu á nýju kjörtímabili. Takk fyrir. Takk fyrir fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fyrir þessa góðu ábendingu. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki og þar með hefur þetta yfirlit frá Húsnæðismannvirkja- og Skipulagsstofnun vegna stöðu húsnæðisuppbyggingar í sveitarfélaginu verið lagt fram og verður bara bókað sem slíkt. Og þá erum við komin að þeim liðum í dagskrá þessa fundar þar sem við leggjum fram fundargerðir til umræðu, til kynningar og umræðu. Fundarliðir 20 og 21 fjalla báðir fundargerðir bæjarráðs, þannig að ef að bæjarfulltrúar hreyfa ekki mótmælum við því að þá ætla ég að hafa þannig að við tökum eina umræðu þessa 2 fundarliði. Umræðan verði þá færð til bókar undir öðrum hvorum. Frjálst val fyrir fundarritara og fyrri fundargerðin er fundargerð bæjarráðs fundar númer 3623 sem framfór þann 30. apríl síðastliðinn og svo síðari er þá fundur númer 3624 sem framfór þann 7. maí. Þetta eru fundarliðir 20 og 21 á þessum fundi. Orðið er laust þessa 2 fundi bæjarráðs. Það óskar enginn eftir að ræða þá og þar með hafa þessar fundargerðir verið framlagðar. Næstu 2 fundarliðir, númer 22 og 23, þar eru 2 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og ég ætla að hafa sama hátt á að ef að enginn gerir athugasemd við þá tökum við þessar 2 fundargerðir ráðsins í einni umræðu. Fundarliður 22, þar er verið að fund skipulags- og umhverfisráðs númer 351 sem framfór þann 28. apríl og í fundarlið 23 er það 352. fundur ráðsins sem framfór þann 4. maí. Og orðið er laust þessar 2 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Líós og Skarðstad, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðra sem okkur hlýða. Ég spyr hér út í fundargerð númer 352 og það er liður 11. Það er varðandi bíóhöll, verðkönnun á viðhaldi utanhús. Hér er lögð fram verðkönnun fyrir viðhaldi utanhús og bíóhöll. Það sem að skipulags- og umhverfis og þar kostnaðaráætlun er upp á 5,5 milljónir og það koma 2 tilboð þarna þar sem að munar ansi miklum peningum á. Það munar alveg bara á fyrirliggjandi tilboðum munar bara 2,1 milljón og þar sem að lægsta tilboð er tæpum 3 milljónum undir kostnaðaráætlun. Ég velti bara fyrir mér, er þetta raunhæft? Er raunhæft að þetta verð sé bara gerlegt sko. Þannig að maður svona hugsar bara
svona í ljósi þess hvernig aðrar hvernig önnur verk hafa verið að hvort það sé skynsamlegt að fara í svona það sem svona gríðarlega mikill munur. Þetta er eins og ég segi, þetta eru tæpar 3 milljónir. Þannig að ég nú svona bara að hugsa yfir þessu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífás og Skafstað. Og ég gef orðið laust og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Já, bæjarfulltrúi Lífás og Skafstað spyr um 11. liðin, þessi 2 tilboð eða þessa verðkönnun sem var gerð, og það má alveg segja það að ráðsmenn hafi verið jafn undrandi og hún þegar að við sáum. Það var haft sambandi við þau eða fyrirtæki hér innan sveitarfélags að óskuðum eftir verðtilboðum í þau verkefni sem að liggja fyrir utanhús og þetta var kostnaðaráætlun sem að kom frá sviðinu og þarna eru 2 glæsileg og velmetin fyrirtæki hér í bæ og við ætlum ekki annað en að þau eigi að standast og það sem var lagt fyrir að eigi að standast en klárlega það segir sig sjálft að verð munurinn er töluverður og í ekki stærra verkefni en þessu en við ákvaðum að leggja það fyrir að ganga til samninga við lagsbjóðanda í þessu. Annað í fundagerð skipulags- og umhverfisráðs, ég hef nú lagt á vana mína að renna létt yfir þetta. Það er margt svo sem liggur fyrir fundinum á öðru leyti sem eru svokölluð afgreiðslumál eða sem við þurfum að koma áfram sem var þarna. Eins og við höfum áður klárað með Kirkjubrautina, Landsbankahúsið, einnig lögðum við til að framleggja samningi við Þrótt varðandi vetrarþjónustuna 1 ár. Tel þó hafa staðið sig bara mjög vel. Auðvitað koma alltaf gagnrýnisraddir á ýmislegt en ég held að þeir hafi staðið sig bara nokkuð vel hjá okkur og við lögðum til að það væri framlengt við þá áfram 1 ár. Einnig komum við aðeins inn á vatn og vatnsþörf íbúa. Það hefur verið rætt í mörg ár og það er sérlega vinsælt náttúrulega núna þegar að líður að kosningum að ræða vatnsmál, en það er alveg einum ljósara að Akurnesingar þurfa meira vatn og það er alltaf samtal og við veitur þetta hvernig við ætlum að leysa þessa áskorun til framtíðar að það eins og staðan í dag er ekki viðunandi að við sem betur verið ekki oft en það kemur fyrir að við höfum ekki full afkost af vatni til sveitarfélagsins og það er náttúrulega hlutur sem að við viljum ekki að sé. Jafnframt vonumst við öll til þess að við náum að laða hér að eða fyrirtæki vilji koma til okkar og staðan í dag er bara þannig að það má ekki vera vatnsfrekt fyrirtæki og þannig að við þurfum klárlega að halda þessu áfram og auðvitað bindum við vonir að fréttir síðustu viku séu einhvað í þá áttina að það jafnvel sé eitthvað sem að muni nýtast okkur hérna. Ég svo sem held ég sé ekkert að kjafta neinu stórum leyndamálum með það að
veitur vita af þessu fundi og það er bara óskandi að þeir grípi boltan. Ég svo sem veit að þeir eru byrjaðir að aðeins að líti kringu sig í þessum málum með þessum aðala sem að fann þar vatn og er það bara vel og vonandi leysist það á einn besta hátt og að allar mælingar og gæðakröfur og magntölur og allt standist, þá er þetta klárlega eitthvað sem að íbúar og fyrirtæki held ég munu og allir fagna. Einnig kom þarna inn á ráðsfund hjá okkur mál númer 13, Galtalækur, athafnir á hafnarsvæði, umsögn í skipulagsgátt, þar sem að við ræddum það stóra mál sem er innan nágranna okkar. Þar eru hvað á að segja, það eru stórar hugmyndir, sumir segja óraunhæfar, aðrir raunhæfar. Ég held að byrja að fagna þegar að sé einhver einkaaðili sem er tilbúinn að fara í svona framkvæmd. Það þarf ekki mikið að gerast til þess að held ég að þetta geti orðið gríðarlega mikilvægt fyrir okkur Akranesinga sem Hvalfjarðarsveit og næstu nágranna. Við vitum alveg hvað Grundákarsvæði gerir fyrir okkur og þau og aðra. Þetta er bara virkilega dýrmætt. Ef það kemst einhver atvinnustarfsemi þarna frekar á stað, þá munum við auðvitað klárlega að fagna því og ég held að það sé ekkert annað en mjög jákvætt bæði fyrir okkur sem bara, ég segi, aðra landsmenn. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Svo er ekki, þar með hafa þessar tvær fundargerðir ráðsins verið framlagðar og við förum í fundarliði 24 og 25 og höfum samanhátt átökum eina umræðu. Það eru sem sagt tvær fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Fundarliður 24, þar er það fundur ráðsins nr. 265 sem framfór þann 21. apríl og í 25. fundarlið er það fundur nr. 266 sem framfór þann 5. maí. Orðið er laust þessar tvær fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða, bæjarstjóri, fundarritari. Til að byrja á því að tala fund 265 og það er fyrramálið. Þetta er enda fundur sem ég forfallaðist á en þarna var verið að afgreiða virkilega þarft mál sem eru verklagsreglur með eftirlit með fósturheimilum. Við höfum öll heyrt fréttir og umfjöllun fósturheimili. Þannig hér er verið uppfæra reglur Akraneskautsstaðar þetta eftirlit með markmiði að tryggja skipulegt og lögmætt og barnið eftirlit með aðbúnaði, líðan og öryggi barna í fóstri og að ráðstöfunin nái tilgangi sínum og að viðbrögð við áhyggjum séu skjót, skýr og skjalfest. Þannig að hagsmunir barnsins séu í fyrirrúmi og því er veitt tækifæri til að tjá sig aðstæður sínar líðan og þarfir í samræmi við aldur sinna þroska. Þannig að þetta er mjög brýnt mál og þetta var samþykkt af velferðar- og mannréttindaráði fundinum þarna. Þannig að þetta er jákvætt mál og svona þá skjala í raun og veru áhyggjur sem fólk hefur og það er auðveldara að taka á þeim. Síðan ætla ég að aðeins að minnast á
á seinni fundinn 266 á sem sagt fyrramáli þar. Við erum búin að samþykkja ECHO, þannig að það er óþarfi að fara yfir það. En það er lykiltölur í farsældar- og barnaþjónustu. Við fengum kynningu frá starfsfólki Sólveigu sem kynnti fyrir okkur þessar lykiltölur fyrir árið 2025. Kemur fram að tæplega 13% barna í samþættri þjónustu á Akranesi. Það við setningu farsældarlaganna var gert ráð fyrir að sú tala væri 15%. Þannig að það er aðeins undir hjá okkur, en það getur verið að það sé bara vegna þess að það ekki allir sem í þörf fyrir þjónustum búnir að skrá sig. Þannig að og við vitum það eru einhverjir utan við farsældarþjónustuna sem ættu í raun og veru að vera þar inni. Það sem að gerast er að fyrsta stigs málum að fjölga og fyrsta stigs málum að fjölga og þriðja stigs málum að fækka, þannig að þessi píramídi að jafna sig út eins og var gert ráð fyrir að myndi gerast. Það að fækka aðeins þessum alvarlegum málum og meðan hinum að fjölga, en það álag á starfsfólki sem eru með annars stigs mál. Það eru þeim að fjölga líka. Svo fórum við aðeins við barnamyndina, tilkynningum fjölgar, en það er ekki kannski endilega vegna þess að málum fjölgar, það er líka bara aukin meðvitund með ástandi barna og fólk tilkynnir frekar ef það verður vart við atvik, en það er reyndar líka þannig að áhættu hegðun barna eykst aðeins milli ára og vanræksla líka. Þannig að það er hlutir sem við þurfum að horfa á í framhaldinu. Þannig að ég ætla bara að fara létt yfir þetta, ég ætla ekki að segja meira þetta, en þetta eru tölur sem og gögn sem ég hvet sem sagt bæjarfulltrúa að fylgjast með. Þetta segir til ástandi í bæjarfélaginu okkar og þetta náttúrulega kemur inn á svo marga aðra málaflokka. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs? Svo er ekki, og þar með eru þessar tvær fundargerðir ráðsins, nr. 265 og 266, verið framlagðar hér. 27. fundarliður, málsnúmer 2604-3243, þetta er 284. fundur skóla- og frístundaráðs sem framfór þann 7. maí síðastliðinn. Fundargerðin lögð hér fram og orðið laust hana. Það óskar enginn eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Þá förum við í næsta fundarlið, 27. fundarliður, málsnúmer 2601-0928. Þetta er fundargerð 171. fundar stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis sem framfór þann 27. apríl síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Við förum í 28. fundarlið, málsnúmer 2602-1290. Þar er lögð fram fundargerð 997. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga frá 17. apríl síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð stjórnarsambandsins. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Og við förum þá í 29. og síðasta fundarlið, málsnúmer 2602-1293, fundargerð 267. fundar stjórnar Faxaflóahafna SF frá 20. mars síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð stjórnar Faxaflóahafna. Það óskar enginn eftir að ræða hana og þar með hefur hún verið lögð fram til kynningar.
Fleira ekki á dagskrá þessa fundar. Þetta var næst síðasti fundur þessarar bæjarstjórnar á þessu kjörtímabili. Lokafundurinn okkar verður þann 27. maí. Síðastliðinn, nei, næstkomandi. Ekki síðastliðinn. Ég er búinn að segja síðastliðinn svo ofta á þessum fundi. Og en þá verða sem sagt 10 dagar liðnir frá sveitarstjórnarkosningum en kjörtímabil næstu sveitarstjórnar hefst 15 dögum eftir sveitarstjórnarkosningar. Þannig að lokafundurinn okkar verði þann 27. maí og þar gefst okkur tækifæri til þess að ljúka þessu kjörtímabili og þakka fyrir okkur. Meir það síðar, segi þessu fundi slitið og þakka fyrir góðar umræður.